Þá það efni fyrir próf 3 og þetta eru sem sagt skýrslur aðalega 2 til 5 þó að það sé alltaf hugsanlegt að sé almennar spurningar úr verkefni 6 en það er í þessu tilfelli á þessari önn sérstaklega Arduino en ég ætla nú ekki að fara alveg strax út í það að spyrja ykkur fjölda innganga og útganga á Arduino kerfinu þó að þið hafið gert sérstakt verkefni í Arduino. Já, spurning? Það heyrist ekkert í mér. Ástæðan er líklega svo að það verða aðrir að hafa hljótt, er það ekki? Er það ekki lausnin? Ok. En ég var að segja það að ég ætla ekki að yfirheyra ykkur Arduino spjaldið sjálft, ekki örgjörfan og ekki hvað sem sagt inngangundar eru margir og svo framvegis. Þannig að það er almennt eru þá spurningarnar úr verkefnunum sem er 25. Svo að eins og skynjara verkefnið nummer 2 það er þar fórum við í bæði AC og DC skynjara og við gerðum mælingar á AC skynjurunum teiknuðum myndir þar og gerðum mælingar og það er ein ástæða sem að er fyrir því að það er alltaf straumur í gegnum AC skynjarana nándaskynjarana, vitið hver hún er alltaf einhver straumur þegar við erum með AC skynjara Nei, það er ekki til þess að sjá hvort að skynjarinn sé bilaður því að það er þessi rás hérna Nei, þá væri hann hvað sem er alveg óvirkur það er ekkert sérstakt tæki sem að sýnir það í sjálf sér nema það gæti hugsanlega verið í búnaði á inngangi iðntölvu en það sem að við þurfum ákveðin lágmarksstraum í gegnum svona riðstraumsskynjara til þess að halda skynjunarásinni virkri allan tíman. Þessi straumur er hins vegar of mikill fyrir þessa litlu stýrilega eins og frá Möller, þessa Easy stýrilegana. Þið voruð að tengja kannski færiband í 464 þá þurftuðu alltaf sérstakann seguliða til þess að sem millilið með snertu til þess að tengja á innganga á slíkan liða. Það er vegna þess að inngangurinn á liðanum er með það miklu viðnámi að hann ræður ekki við strauminn lágmarksstrauminn sem þarf að vera í gangi í svona nándaskynjara AC nándaskynjara. Það er ástæðan og í staðinn sem sagt þá er svona spóla höfð til dæmis eins og þið gerðu við færibandaverkefnið þá var þessi spóla, hún dró nógu mikinn straum þegar að engin hlutur var fyrir framanskynjaran þetta er normali open skynjari reyndar er þessi hérna normali closed þannig að hann er alltaf að gefa samband nema að hann skynji einhvern hlut en þið voruð í því tilfelli með normali open skynjara en þá var lágmarksstraumur alltaf í gegnum þessa spólu svo að skynjunarásin var alltaf virk síðan var snerta frá spólunni sem að tengdist við inngangin á stýriliðanum. Þetta þarf ekki alltaf við alla gerðir af iðntölvum. Það eru til stór iðntölvukerfi sem að ráða við þennan lágmarksstraum. En við erum ekki með slíkan búnað reyndar lengur. Það getur vel verið að við eignum einhvern tímann inngangseiningu sem að ræðu við lágmarksstraum frá svona skynjara. En ok, þetta er aðeins það, þessa tegundanandaskynjara og það sem er inn í þessu
Týristor og díóðubrú, vegna þess að við þurfum að stýra straumnum í rétta átt alltaf í gegnum týristorinn. Ef að skynjarinn á að leiða, þá þarf að fara í gegnum þessa brú, og það kemur fram í mælibúnaðarnema efninu. Sú kraftrás á þessum skynjara. En þetta eru þessi atriði fyrir riðspennu. Við erum að teikna tengingu þannig við segulrófa, þið eigi að ráða við það, og svo erum við með munin á skermuðum og óskermuðum skynjurum. Þið eru með það á hreinu, er það ekki? Hérna höfum við kraftrásina sem ég var að nefna í gegnum skynjaran, AC-skynjaran. Þannig að við þurfum díóðubrú til þess að straumurinn fari alltaf rétta átt í gegnum týristorinn. Það er týristor sem annarkvort er leiðandi eða lokaður eftir því hvort að skynjarinn er að skynja hlut eða ekki, og líka hvort að skynjarinn er normally open eða normally closed. Það skiptir líka máli. Og við þurfum þennan blæðistraum alltaf í gegnum skynjarann sem fer gegnum þetta viðnám hérna og inn á rásina til þess að skynjunarrásin sé alltaf virk. Og sá blæðistraumur er það lítill að segulspólan, hún breytir ekki stöðu á snertum, ekki fyrir en að týristorinn gefur hérna samband yfir. Þegar að týristorinn fær merkjum að leiða, þá er það nægilega straumur fyrir spóluna. Og svo er þess að skermaður og óskermaður. Við skulum skoða þessi skynjun eftir. Sko, hér höfum við þá upplýsingar það munin á skermuðum og óskermuðum. Skermaður skynjari, hann er með málmumgerð alveg út á endan, og þá er annarkot rafsvið eða segulsvið, það nær tiltölulega styttra hérna út frá endanum, því að það er ekki eins mikið pláss við þær aðstæður þegar hann flúttar svona alveg í við festistykkið. Og síðan en hins vegar óskermaður, þá nær hann að kannski skynja úr meiri fjarlægð, af því að segulsviðið nær meira flugi hérna fram fyrir endan á honum. Þannig að það er aðeins munur á því, sko, hvernig frágangurinn er á þessum mismunandi gerðum. Þá nær járnumgerðin ekki nema þá kannski mestalagi hingað, ekki alveg út á enda þegar er hann óskermaður. En já, þá erum við búin að átta okkur á skermaðum eða óskermaðum, og við erum búin að svara því til hvers er lágmarksstraumurinn. Hann er til þess að halda skynjunarrásinni virkri, jafnvel þótt að skynjarinn sé ekki að gefa merki. Það sé alltaf tilbúin til þess að gefa upplýsingar hvað er að gerast fyrir framan hann. Nú, svo er það munurinn á spannskynjurum og rýmdarskynjurum, og í sambandi við spannskynjarana þá getum við ekki stillt næmni þeirra eins og við getum gert með rýmdarskynjarana. Hér er rýmdarskynjari, það sem er skrúfa hérna inn aftan á skynjaranum, þar sem við getum stillt næmnina, og það erum við til að gera til þess að gera hann ónæman fyrir ef við ætlum að skynja vatn á bakvið eða inn í plastkeri eða einhvers líku, eða gler í gegnum glerglugga eða eitthvað slíkt. Þá er hægt að gera skynjaran ónæman fyrir glerinu, en hann er nógu næmur, rýmdarskynjarinn, til þess að skynja vatnið á bakvið. En hins vegar, ef við værum með olíu
inn í svona glerpípu eða glertanki eða í glerglugga, að þá næðum við ekki að skynja olíuna. Af hverju? Jú, rétt. Rafsvörun það lág í olíunni að glerið jafnvel með hærri næmnisstöðul. Við sjáum töfluna hérna að olían, hún með næmnisstöðulinn 0,2 en glerið með 0,3 og þá líka plexigler, það líka með 0,3. Þannig að það skynjar bara glerið en ekki olíuna. Þannig að það ekki hægt að skynja olíu í gegnum plast eða gler. Þá höfum það alveg á hreinu. Ok. Meira í sambandi við þetta, spanskynjara og rýmdarskynjara. Jú, bara efni sem að spanskynjararnir skynja, það náttúrulega efni sem að leiða rafmagn sem að hafa sem að segulsvið hefur áhrif á og eins það að skulum sjá hvort það hefum eitthvað meira þetta. Nei, þetta var optíska, við skulum sjá hvar þessi hérna stöðu, já, nei, þetta seinna. Aðeins átta mig á því hvar ég fjalla hérna roftíðnina. Vitið þið hvað roftíðni? Já, sko fyrir ég skulum sjá, alltaf sé ekki seinna það sem að ég fjalla hérna já, spanskynjara almennt, sko, og þá hérna roftíðni á asískynjara, hún mjög lág, sjáu þið, það bara 25 riða roftíðni. Það þýðir það eiginlega hægt að gleyma því að nota þá til þess að skynja snúningshraða, en það hægt að láta þá já, telja kannski í spilkerfi, en nei, það á DC. Nei, þá það mjög hægur snúningur ef við erum að reyna að nota það á AC til að skynja snúningshraða. En þannig að ástæðan fyrir því að við notum ekki svona AC spanskynjara til þess að skynja snúningshraða það að þeir hafa mjög lága roftíðni, sem sagt að kveikja og slökkva sem sagt af á virknin, hvað eru fljótir hvað geta gefið háa tíðni varðandi þess að slökkva og kveikja á sér. Það í rauninni það sem að takmarka þá að við getum ekki nota þá í snúningshraðamælingu. Þeir hafa bara 25 riða roftími og þetta bundið sem sagt tíðninni á rafkerfinu, skiljið, 50 riða tíðninni. Þetta bundið henni í rauninni. Þess vegna roftíðnin bara 25 rið. En hins vegar DC spanskynjarar með transistorútgangi, þeir hafa roftíðni alltaf 5000 rið. Við getum notað þá í að skynja hraða, notum þá fyrir hraðamælingar. Og þið sjáum það hérna að þeir eru ekki bundnir einu sérstökun eða bara hvað transistorinn fljótur að slökkva og kveikja, skiljið. 5 kílórið alveg það sem að þeir geta náð upp í. Og þetta kannski stendur á þeim hvað þola mikla roftíðni, sem sagt, það geta slökkt og kveikt á sér hratt. Það allt annað heldur en sko rofgeta, það sem sagt hversu mikið straum þeir geta rofið. Það líka í rauninni bara hámarksstraumur sem þeir geta flutt. Það allt annað. Ekki rugla því saman. Ok. Sem sagt, hérna ef við rennið aðeins þá yfir þetta efni varðandi spanskynjara og rýmdarskynjara í mælibúnaðarnema, þá hafið þið upplýsingar það allt saman varðandi verkefni 2
og við vorum búin að svara því hvers konar efni spannskynjarar skynja. Þetta eru sem sagt efni sem að segulsvið hefur áhrif á, eins og járn, eir og ál og slíkt, föst efni sem að leiða rafstraum. Og hverju breytir efnið? Jú, sko, það er mismunur á fjarlægð. Sem sagt, járn er skynjað úr mestri fjarlægð og eirinn þarf sennilega vera næst skynjaranum, spannskynjaranum, og álið er einhvers staðar þarna á milli járnsins og eirsins í fjarlægð, skynjaðu fjarlægð. Svo er reyndar til nýjungar í þessu. Það eru skynjarar, spannskynjarar með 3 spólum og þeir skynja öll þessi efni, eir, ál og járn, úr sömu fjarlægð. Því að það er bara ef að efnið kemur inn í sviðið, þá eins og það raski ákveðinu jafnvægi inn í þessu 3 spólukerfi og þá skynja einhvern mismun eða sem sagt strax einhvern áhrif af hverfilstraumum nálægt skynjarunum. Þannig að þó að væri verið að breyta eitthvað efni sem að væri í framleiðslu, þá þyrfti ekki að stilla skynjaran eða stilla fjarlægð frá skynjaranum eða eitthvað slíkt. Þetta er hægt að nota sama skynjara við mismunandi efni. Og síðan eftir því sem að þvermál skynjarana er meira, að þá nær skynjarinn að skynja efni úr meiri fjarlægð. Mjór skynjari, hann þarf að fá efnið dálítið nálægt sér til að skynja, skiljið. Ok, þetta eru þessi atriði varðandi skynjana. Nú, eins og ég sýndi ykkur áðan, að þá eru rýmdarskynjarar stillanlegir. Við getum breytt næmninni á þeim með því að með skrúfunni aftan á þeim. Og þeir sem sagt skynja mismunandi efni og mismunandi fjarlægð sem fer eftir næmnistuðli mismunandi efna. Vatnið er sett á 1 en önnur efni hafa lægri stöðul. Þannig að þið sjáið það þá hérna í þessari töflu hérna sem við vorum með áðan hjá okkur, þessari töflu hér. Hérna er næmnistöðulinn. Það er aðalega næmnistöðulinn sem við notar núna þegar við erum að finna út einhverja fjarlægð. En það hefur nú verið í öðrum áfengum sem við hefum verið að reikna þetta út, en við sleppum því að, held ég, í þessu prófi. Svo að við skulum halda áfram. Svo er alltaf spurningum tengingar og hvað sem sagt álagi tengist síðan sem sagt jafnstraumsskynjurum. Það er, ef það er með NPN skynjara, þá er álagið, það er tengt upp í pluss, en transistorinn sem er í skynjaranum, hann tengist með emitterinn niður í mínus. Og þeir eru ýmist sem sagt normally open, það er táknað bara með normally open snertu, eða normally closed. Og síðan eru PNP nemarnir, þeir hins vegar tengjast frá pluss, eins og við þekkjum úr vélgæslukerfinu sem við tengdum upp. Þá vorum við að nota aðalega PNP transistora og þeir tengjast sem sagt frá emitter upp í pluss og gefa samband niður á álag sem tengist niður í mínus. Og ef við höfum normally open skynjara slíkan, þá væri það bara eins og venjulega, þá ef að hann myndi ekki skynja neitt, þá væri við 0 volt á álaginu hérna til mínus, og síðan ef að skynjaði hlut, þá myndum við fá spennu á yfir álagið. Við værum alltaf með spennu yfir álagið í öllu venjulegu þegar að PNP nemin myndi ekki skynja neitt, þessi hérna normally closed, þá værum við alltaf með spennu hérna, þar til að hann myndi skynja hlut, þá myndi hann rjúfa, þá myndum við ekki fá neina spennu hér. Þetta er alveg öfugt þegar við erum með NPN nema, að þá mælum við hérna frá mínus og yfir á útganginn svartan, þá mælum við spennu
þá hann skynji engan hlut og ef hann normally open. Það bara vegna þess að álagið, það fær enga spennu. Það öll spennan yfir transistorin sjálfan. Og það allt eðlilegt, en bara að því þetta snýst við, þá, og við mælum rauninni alltaf í þessum spurningum, þá erum við alltaf að mæla bara merkið yfir í mínus. Hvaða spennur á merkinu miðað við mínus. Og þegar við erum með NPN skynjara, þá erum við alltaf að mæla yfir transistorin. Við erum að hafa það í huga. Og þannig að þegar að útgangurinn sem sagt virkur, þá fáum við 0 volta spennu hérna. Skiljið það. Því að transistorin að leiða. Og þá fer álagið fulla spennu. Bara að gera að hafa þetta vel hérna pælt, útpælt. Þið sjáu hérna erum við með munin á NPN rás í skynjara og PNP. Að PNP skynjarinn, transistorin þar tengist frá plus en álagið tengist niður á mínus. Og hérna, ef við værum með normally open skynjara, NPN, og við værum að mæla frá mínus og í útganginn. Og hann ekki að skynja neitt, normally open. Hvaða spennu mælum við þá hérna, hérna frá hingað? Spennu ekki á spennuna, já. En ef hann skynjar hlut, og hann virkur, inngangurinn á inntölunni virkur eða spólan virk, þá fáum við 0 volta spennu vegna þess að transistorin leiðir, skiljið. Ok, nú erum við þetta alveg á hreinu, hvernig þetta virkar. Ljómandi, þá förum við í næsta. Síðan erum við með alls konar aðra rásir, eins og við erum með ljósnema og ýmsa gerðir af nándarnemum. Og stundum þarf að magna ströym frá svona skynjurum. Það bara gert með transistoramögnun, með ströymnögnun. Og síðan hægt að tengja ljósnema við inntölvu. Þetta gerðum við í verkefninu. Og þessi sem við notuðum í verkefninu, hann var bæði með ljósgjafa og nema. Hann sendi frá sér infrarætt ljós og tók á móti því á sama að framanverðu á sama bara hinn hlutin af endanum á nemanum var móttakari. Og það, já, við skulum ekki fara mikið meir í þetta var lítill hluti að þessu. Nú, svo hérna, já, komum við hérna verkefni 3. Þetta var aðalega að tengja saman einhver 2 tæki, annarkoð 2 tölvur eða eitthvað slíkt, eða tengja frá tölvu út í svona rofbúnað eða skipti, switch eða hub eða hvað sem þetta er kallað. Og við gerðum eina crossover leiðslu og eina venjulega. Og þetta er nú aðalega bara tilgangurinn með þessu. Áður fyrr þá voru tölvurnar þannig að þær gátu ekki skipt netkortin á milli sendingar og móttöku eftir því hvernig það fengu inn á sig merkin frá kaplinum. Þannig að þá þurfti að milli 2 tölva, það þurfti að vera með crossover kapal. En það þarf ekki lengur vegna þess að netkortin geta skipt á milli ef það fá sendingu inn á vitlausan stað, inn á sendingu, sendingar útgang, að þá breytaði bara sendinga útgangunum í receive, í móttakara. Þannig að kortin skipta sjálfkrafa. Svo að það er hægt að nota þá milli tölva í dag, bæði crossover kapal eða venjulegan kapal. Vegna þess að kortin geta skipt á milli.
En við erum aðalega með sem sagt brautarnet í gangi. Það sem sagt Ethernet brautarnet. Þannig að þetta eru alls konar möguleikar sem hafa verið prófaður og hafa verið notaðir, og þessar myndir eru bara frá síðu á Wikipedia. Þannig að en í dag aðalega notaður brautarnet. Nú, síðan erum við með verkefni 4. Það voru stöðuskynjarar og við vorum með hitaskynjara. Varðandi stöðuskynjarana þá geta verið svona upptenging á einhver slíku, og við erum að fá straummerki frá 4 til 20 milliamperum, og við þurfum að raðtengja þennan R-breyti í gegnum innganginn á einhverju tæki, til dæmis eins og hraðastýringu, og þar þetta raðtengjast allt saman. Passa ykkur á því. Og þessi stöðuskynjarar geta gefið margvísleg merki eins og viðnámsgildi, til dæmis 0 til 10 kílóohm eða eitthvað slíkt, og þá í miðjunni myndi hann gefa til dæmis 5 kílóohm, og stöðluð spennumerki eru til dæmis 0 til 10 volt eða 0 til 1 volt, og þá væri hann hvort þá 0,5 volt eða 5 volt í miðjunni á þessu merki. Og í 4 til 20 milliampera straumerkinu þá höfum við 12 milliamper sem miðju gildi á því merki. Og þannig að það bara það að þið áttu ykkur á því hvernig merkin geta verið frá þessum skynjurum, og það líka til tölvumerki, bara serialmerki frá þeim, sem að gefa í rauninni bara tölugildi líka, og sem að fer þá eftir væntanlega bitafjölda í viðkomandi útgangi, eða það ákveðin kóði sem að gefur þá upp í einhverja ákveðna tölu. Og við erum búin að fara yfir sem sagt miðstöðu á þessum 3 gildum. Segjum kannski 500 ohm, eða ef þetta 1000 ohm, eða 5 kílóohm ef þetta 10 kílóohm, og 5 volt ef þetta 0 til 10 volt, og 12 milliampere ef þetta 4 til 20 milliampere. Ok, síðan, já, það var einn hitanemi þarna í þessu verkefni 4, og utan við, það spurning hvort ég með verkefni 4 hérna, og þar vorum við í rauninni bara með R-breyti sem að tengist á sama hátt og þessi nándaskynjar, eða þessi stöðunemi sem voru með áðan í prófunum. Hann tengist í rauninni bara raðtengist við straummæli, af því hann gefur 4 til 20 milliampera straummerki í gegnum sig. Sko, en svo gætu komið spurningar líka úr til dæmis svona búnaði, eins og til dæmis 555 teljara, til dæmis hvernig svona tenging gæti nýst, hvað hann gerði til dæmis í vélgæslukerfinu. Hér í þessu tilfelli hjá okkur þá breytti þessi 555 teljari, hann breytti sem sagt ákvílandi merki í stuttan púls, og þá voru þið líka að svara því hvernig hann færi að því, ef ég myndi spyrja því. Og eins gæti komið spurning hvernig virkar þetta hérna, og þá hafið annarkvort það sannleikantabla sem að þá fyrir NAND. Þetta NAND sem sagt rás. Það eru 4 transistorar hérna sem mynda NAND, eða það gæti komið líka NOR.
þannig að þið skuli skoða það vel hvort að þið kunni þetta upp á ykkar 10 og síðan að lokum þá gæti náttúrulega komið þetta það sama, það gæti komið sem sagt úr aðgerðamagnaranum, þetta hefðbundna dæmi þarna að reikna þetta út sem sjá hvar höfum við það fyrir utan brunaviðvörunarkerfið. Já, þetta var ekki þetta ekki það. Jú, það er hérna. Jú, sem sagt, aðgerðamagnarinn, hann gæti komið, þið skulið æfa ykkur á þessu líka, að gera þetta. Þið voru með eitthvað æfingaprófi varðandi þetta. Og síðan er bara brunaviðvörunarkerfi. Hvaða skynjarar eru þar í gangi? Þið eru með hérna 2 mismunandi gerðir af stöðvum. Þið voru með rásaskiptastöð og þið voru með vistfangsstöð. Og í vistfangsstöðinni þá fengið upplýsingar nákvæmlega hvaða skynjari var að gefa viðvörun reyk. En í rásaskiptastöð þá voru margir skynjarar á hverri rás, skiljið. Og síðan var hérna í vistfangsstöðunum, þar vorum við með búnað sem að hét skammhlaupseinangrunarbotn. Til hvers var hann? Jú, ef það var skemmt á kerfinu, þannig að það var skammhlaup, þá náði kerfið sambandi að næsta skammhlaupseinangrunarbotni. Þetta á bara við vistfangsstöðvar, ekki rásaskiptastöð. Því að það er rásaskiptastöðvarnar allavega sem ég þekki til, þær eru ekki með slíkan búnað, það er bara ein rás í gegn og ef einhver skynjari gefur merki, þá er bara viðkomandi rás sem að gefur eldmerki eða viðvörun. Nú, og síðan er það tegundirnar og þau þurfa að vita sem sagt nokkurn veginn að geta sagt hvar skynjarnir eru notaðir og sem sagt það er jónísku skynjarar, reynda þeir eru að detta út þessir jónísku skynjarar vegna að þessi geislavirku sýni er ekki mjög vinsæl sem eru notuð í þá en við erum með optíska skynjara, hitaskynjara náttúrulega, fast hitaskynjari. Hver er munur á fast hitaskynjara og hitastigulsskynjara? Vitið þið það? Já, það er bara mörk, til dæmis 90 gráður eitthvað sem sagt, við 90 gráður þá fer hann í gang, eða hvaða hitastig sem það er. En hitastigulsskynjari, hann fer í gang ef að hitastigið breytist hratt, ef að hækka rosalega hratt, þá fer hann í gang, hitastiguls, ef að eykst mjög hratt. Ok, þá vitið þið hvað er hitastigulsskynjari. Og síðan í loftstokkaskynjaranum, það var í rauninni bara optískur skynjari. Og það er kannski þá bara það að þið vitið hvernig á að ganga frá honum. Það á að hafa optíska skynjara inn í boxi utan á stokknum. Ok. Og loftið, það er tekið sýnishorn af loftinu sem fer í gegnum skynjaran. Og síðan eru til síuskynjarar sem eru í erfiðara loftumhverfi og slíkt. Og svo bara sem sagt að þið áttið ykkur á því sem sagt hvar, og það kemur fram í verkefninu og í náttúrulega handbókinni, hvar þetta er aðalega notað og slíkt.
Þannig að þið þurfið sem sagt að vita munin á rásaskiptistöð og vistfangstöð, og í sambandi við vistfangstöðuna að þá er ákveðin fjöldi sem að ég talaði í reglugerð, sem sagt að megi hafa fjölda af skynjurum á milli skammhlaups einangrunar botna. Hvað mega vera margir skynjarar á milli skammhlaups einangrunar botna? Það er slatti. Helmingi meira. Það er 20, það er hámark fjölda skynjara á milli skammhlaups einangrunar botna. Það þarf að vera skammhlaups einangrunar botn eftir hverja 20 skynjara í slaufunni. Og við aðeins finnum kannski mynd af þessum mismunandi kerfum. Það reyndar ekki hérna. Var það í verkefninu sjálfu? Nei, það var ekki í verkefninu sjálfu. En þetta var verkefni, en þannig að hérna, já, kannski þessi hér. Sjá. Nei. Það var í handbókinni, sko. Hérna sjáum við mynd